Spilum með dag. Okay. Það stundum svona mikilvægin eru á Hvað erum við að gera þetta? Halló? Við erum tveir að vinna í einu verki, þú ert einn að vinna í þínu verki. Ok, fyrirgefðu. Og svo við tveir í öðru verki. Það er bjór og píla. Helviti gott. Við erum nefnilega líka í pílunni sko. Við erum bara mjög verkjaðir, við erum ekki í neinu verki. Það er ekki alveg í takt að vera með monsterflösku þarna og laga það og við tekum þetta vídeó. Það er engin pressa. Sko það er ekki séns að ég sé bara heitið svona í núna, sko. Þessa? Ertu ekki að landa kynslóðinni eða? Það sést langar leiðir að þessi, hann var í ML. Oh my god, Baldur, næst að sjá þetta. Þetta er perfect. Vá. Það var ekkert svo vitlaus kaup. Já. Vitlaus sending. Wow. Já. Þú vil að vera sína hvað ég er að gera sko, ekki sína mig. Svo fallegu. Og hvað það gera? Ég veit það ekki. Svo er Gunnar þarna, hann veit ekki. Hann situr bara hér út í hóðni og leggur kapal. Tæknin er eitthvað að stríða okkur. Wow. Halló. Hvernig gengur Gunnar? Hvað segir þið strákar, er maðkur í missingnum eða? Ok. Kom. Nei. Ég setur startara niður og þá vitir það innri minni. Það er að laga hana sagt nefnilega læfinu að þú sért á lausu sko. Það er ekki. Getur eitthvað downloadað appinu sem við geymum? Hvað heit það? Það er QR-kóðið að nána á hann. Já, bindið í startara bara. Prófa að teka hann. Ok, startara það kemur rólega að það. Startara það kemur rólega að það.
Jæja, herri, góðan daginn og velkomin í vlog 8 hefur heildina. Fyrsta vlog seasonsins, held ég, myndi ég segja. Allavega. Það er 7. apríl í dag. Við vorum að setja 62 í gang í fyrsta skipti. Og það bara hefnaðist helviti vel eins og þið sáuð sennilega. Þannig að það er mikill léttir og mikill áfangi, þannig að það er helviti gaman að því. Þannig að núna er bara svona smotteri eftir og já, bara frágangur til að við getum farið að testa. Og já, minna en mánuður í keppni, þannig að það er komin svolítið pressa. Já, þannig að það er smá meiri vinna framöndan og svo er bara hægt að fara út að gera. Við erum búin að setja í gang einu sinni og við erum strax að rífa skiptingun úr, þannig að þetta búið bara gott fyrir næsta sumar. Lítur vel út. Mjög gaman. Jakk. Setja bang. Þetta er sko bang. Bang! Snilt inn einn. Geggjað. Það er ekki ennþá gert bara 2 setta sumisleikum. Já, það er fólk að eiga fleiri en 2, það ekki? Jú, ég held að. Þessi er bara að vara ef að hinn skildi springa eftir keppni eða sérst milli keppna. Fingurnar hafa kannski óenborlegast eða sama. Já, en þannig að það var ready, sko. Starta. Já, hvað gerist? Ertu með að starta spísunum með það? Já, spísarnir er bara... Sér úr sambandi, já. Já. Sjá hvað hann gerir. En það er ekki rosalega mikið rafmagn á honum. Það er heldur tefur. Þannig fæ ég bara 3 psi og olíu. Hann er að rísa, sko. Þú mátt náttúrulega halda áfram að hann komið í 10 eða. Þetta er vílokið maður. Það getur ekki verið að gleymast að herða eitthvað. Það er nokkuð Baldur. Það gerist ekkert á hann. Nei. Skiptingin, kúplingar, allt fast. Þess að það er enginn að horfa á þig. Aðeins meira til vinstri. Það er betra sjónarhorn á hún. Sjá hvað gerist. Það var ekki að tengja spísana? Það er búið. Nó, ok. Bensínlaus. Nei. Brutast úr.
Já, hann ætti að vera löngu farin í gang. Er það á nest einhvers stað? Er það tölvar sem er að konu undir 12 ára? Nei, það er ekki það. Það prófaðum að setja hérna hítaskilin í samband fyrir 12. Já, fattinn. Já. Hann er ekki til staðar, hvað er... Hann er ekki á kynnivilli. Nei, það er... Þú ert alltaf hávaxinn maður. Lækka þetta. Herðu hann. Ég náði þessu upp á vídeo. Hann drífur ekki upp í bílinn. Gaman. Engin pressa. 40. Taka 16. Þetta var allt annað. Þetta var heldur skara. Ekki þetta. Þetta er alltaf niður. Bara hann tekur aðeins við og svo bara lín. Dæla fer ekkert í gang, sko. Nei, hann dæla bara kött á þetta strax. Hann tekur bara fullir í gjöf. Ekkert. Já, hann prófaði bara núna að halda. Já, ok. 30% gjöf. Já, ok. Já, það er ekki það. Já. Engin vastæla, sko. Hann er allavega... Hvað segirðu? Er ekki kubbarnir að litlu framdækinu með það? Jú. Það var eitthvað brotið. Aha. Náttið eitthvað í sundar, tók bara á alltaf. Voltaði í sundur? Já. Skemmdi nú samt ekki neitt. Nei. Jú, það er skemmt. Já, hann er nú örgulega ekki skemmtur samt, heldur það? Nei, sennilega ekki. Það er sloppið, en upphengjan hefur gefið sig þarna. En hún hefur samt bjargað. Já, heldur betur. En þetta sé snitið. Já. Sama. Og endi í dæla. Þetta lítur reyndar ekkert eðlilega vel út á myndavél. Það var fættið. Hérna, skerðu þennan bara hér og getum nýtt hann bara. Já, hann sést ekki, það er í kassan. Það er gott. Bara hita upp eins og eitthvað. Vonandi.
Gott bara. Þið? Shit! Oh my god. Jesus. Nej, han tar. Jæja, það kominn 22. apríl. Það þriðjudagur í dag. Það sem sagt var að líða páskahelgi. Það sem var torfærubílasýning í bænum. Við fórum ekki á sýningu. Þetta var bara helvíti tæft að vera að smíða nýjan bíl eða setja þennan mótor í þennan bíl og reyna að komast á sýningu. Þannig að við eyddum helgin í að testa og keyra slatta. Við erum mjög fegin að við gerum það því að það kom helvíti margt í ljós sem við þurfum að gera og græja fyrir hellu. En testið kom bara helvíti vel út, svona að mestu leyti. Bíllinn alveg svínvirkar. Sérstaklega náttúrulega með hvernig hann var í fyrra, hann náttúrulega bara virkaði ekki í fyrra. Þannig að það er alveg ótrúlegt að keyra bíl sem virkar og með þessu afli. En það sem kom út úr þessu testi var aðalega rafgeymana. Við sem sagt ætluðum að fara í lithium geyma og sleppa reim framan á mótornum, vera ekki með reim, vera ekki með alternator og prófa það. Það er svolítið meira vesen en ég hélt. Maður þarf að fá nógu stóran geymi, sérstaklega fyrir okkur því að við erum afturbeygjarnar sem eru keyrðar á rafmagnsdælu, þannig að það taka þvílíkt rafmagn. Og svo þarf geymirinn líka, þú þarf að geta startað á geyminu sem er ekki sjálfgefið. Það er voðalega lítið af þeim sem geta startað. Þeir leyfa ekki draga meira út af sér en eitthvað x mikið og það yfirleitt höndlar ekki startarann. Þannig að, já, en akkurat núna erum við með einn svona stóran neyslugeymi. Einn svona stóran neyslugeymi sem er notaður fyrir að hafa bílinn í gangi í rauninni og svo annan svona venjulegan rauðan Optima-geymi til að starta á. Við leystum þetta þannig helgina. Við vorum með geymi lithium geymi sem má starta á, sem þessi hérna. En svo er hann bara með eitthvað, það má ekki taka meira út af honum heldur en eitthvað x mikið og það það sem bílinn þarf að nota er meira en öryggisventillinn á rafgeyminu, þannig að við getum ekki notað hann. Þannig að við þurfum að senda rafgeyminn okkar aftur á bláorku og fá þá til að breyta stýringunni eða eitthvað, þannig að þeir ætla að reyna að græja það og þá vonandi er þetta bara leyst, en allavega bráðabirgða þá getum við gert þetta svona og keyrt bílinn með því að hafa einn stóran lithium geymi og svo annan geymi til að starta á, sem er svona óþarlega flókið, en það virkar allavega, þannig að það er flott í bili. Bara vona ég hún detti ekki, en að öllu öðru leyti þá bara kom þetta test frekar vel út.
Og annað sem að ég er ekki búin að fatta, það var svo mikið að gera hjá okkur helgina. Við póstuðum aldrei hérna paintjobunni hjá okkur. Það er allavega svona. Ég er ekkert rosalega sáttur með það. Ég hefði átt að gera það sem að mér langaði að gera og fara í hann að hafa hann hvítan. En ég gugnaði eitthvað á því og ég held að svartur yrði betri. Allavega svona bara meira öruggari í rauninni, en mér finnst það að vera aðeins of svartur. Það kemur svona pínu drastlaralega út, en þetta verður fínt. Það geti verið að við skiptum kannski einhvern tímann í sumar. Annars er staðan bara nokkuð góð. Það er bara svona smottirís frágangur eftir fyrir hellu í rauninni. Já, og við möppuðum bílinn upp á nýtt. Ég var ekki sáttur með mappað á honum, það mér finnst að vera frekar gróft. Og hann eiginlega bara gekk ekkert rosalega vel í testunum fyrst, þannig að ég tók laugardaginn í að mappa hann alveg frá grunni og þá var ég bara orðinn helvíti sáttur með hann. Og já, þetta er listinn hérna sem er eftir. Þetta er ekki mikið atriðum, það hefur allavega verið meira og það er ekkert stór mál sem er eftir á honum nema kannski bremsurnar. Við vorum til í að fá aðeins betri bremsur. En já, þannig að þetta er staðan. 11 dagar í keppni. Staðan er bara mjög fín hjá okkur. Þannig að þetta hlýtur bara að koma vel út. Já, en þá fyrir við úr einu yfir í annað. Við erum að fara að mappa klettinn hjá Finn. Það er búið að taka mótorinn alveg í gegn á honum og gera fínt og flott, þannig að þetta verður að auka 100-200 hestum það, þannig að þetta verður geggjað. Þarftu að tjekka ofan í vélasalinn út af því þetta er BMF? Nei. Hvað er aftur í? Herru, hvað er með þína pælingar á því? Það þarf að lækka það. Hvernig ætlum við að lækka það? Þetta er eiginlega ekkert brotið, sko. Það var alveg lítið. Shit! Jæja, heyrðu, það er föstudagurinn fyrir Hellu. Hella er á morgun. Ég er búinn að vera viðbjóðslega lélegur að taka upp og sýna hvað við erum búin að gera, en við erum búin að gera fullt. Bíllinn er bara klár í keppni. Það er bara eftir að keyra á morgun og sjá hvernig þetta hefnast. Ég læt svo líka einhvern annan vera með vindavélina, þannig að vonandi verður tekið eitthvað upp og sýnt frá því hvað við erum actually að gera, þannig að það verður vonandi geggjað, þannig að já, Hella er bara næsta dagskrá. En það komast þú kannski fáir með tærnar þar sem að... Það er málið. Stýrir eitthvað í það? Það eru með bensín. Hörðu, já.
Og þessi hérna. Þeir eru þarna í... Veit hann eitthvað hvar við erum? Já, komið líka. Brennum þá... Ég meina... Það bandið er... Að svelta sig, það var svona mikið trýtið. Hún ætti að halla meira, hún hallar þá meira. Þá er hún sko... Ég meina, hvað gerur hún? Er hún að brenna bandið? Nei, hún er að brenna svona diskana öftustu sem er alveg innst inni. Já, en þeir náttúrulega virka í fyrst ekki. Nei, ég veit ekki að hvernig það er. Ætti hún að taka áfram líka? Já, bæði áfram. Nú er það endur ekki efni. Það er skipting. En við erum með landslið. Já, þú fær hérna undir þig. Já, þú bara... Undir þig einu og snýr honum. Ok. Hver uppi? Þetta. Tekk ég hann. Já. Það er stærra. Tapar! Já, það er þetta. Þú tekið bara skafta. Heldur betur. Það er ekki verið að segja þessi sköllóttur, það er að segja þessi feit. Það voru feit. Vel í hálfu. Það er engin pressa, það er að vera konar 9 mínútur og ekki koma úr. Jæja, það er draga þetta undan. Fá bara líkil eða 13. Þegar. Tökum við líka niður? Það er hvað er verið. Við erum hérna 2 uppi, þannig að við haldum við uppi líka. Ok. Hérna, þurfum við ekki að hætta koma þetta ára? Ég held úr. Það er ekki að hoppa eitt vekk hérna. Já. Þetta er svona 19 mínútur. Svo hann sé hérna sjálfveldu. Siggi, er kósí eða? Já, þetta er svo notalegt. En Ásgeir, finnst þér þetta kósí eða? Já, það er kósí. Það var stórstæður.
stemning? Það verður betri. En vanir menn? Já, það fór skipting í þriðjubögg þegar ég enda að bakka og hún hendlaði ekki, þannig að klára skiptum það. Og ske? Ja, þeir eru vel þjálfaðir. Já, heldur betur. Það eru konar 25 mínútur frá því að hann datt á dekki. Fæst þetta á upp. Pappir það? Nei. Það er mert. Já. Er þetta eitthvað sem þið fengið frá Noregi? Bottar hér fyrir lífina. Þetta kom ég að setja 6. Settur ekki 6 á. En hérna. 4-5. Já. Það var að gera þetta aftur eða? Stendur 40. Aftur á bak. Stoppa manni svo skemmið. Alveg að verða hreinn eftir mýrina. Búin með fyrstu umferð. Jöfisins viðbjóður. Jæja, það er 15. maí. Það er 1,5 vika síðan á Hellu. Ég er bara ekki búinn að vera að gera neitt. Ég er búinn að taka mér smá frí sem er þörf á. Það var svolítið mikil törn þarna fyrir Hellu, þannig að þetta er fínt að taka svona smá break. En já, ég er komin aftur út í skúr og byrjar að rífa. Það er strax komin hérna skiptingin úr honum, skrítið. Það er bara, ég held ég hafi bara aldrei tekið skiptingun úr torfærubíl áður. Ég allavega manni geti. Já, Hella fór bara vel. Já, hún fór bara vel. Ég fekk allavega að keyra. Já, þetta gekk bara helviti vel. Náði að nota afturbeginnar vel og bara gaman að keyra brautirnar. Ógeðslega skemmtilega brautir. Ógeðslega flott keppni bara hjá Flubbo. Þetta gekk bara allt ágætlega. Það til þriðju braut þá fór skiptingin. Sjokkar. Já, þannig að þar mistum við alveg þvílíkt úr og allir séns á topparóttu fór út gluggan þar sem er mega bummer, en ótrúlegt samt. Þetta var eiginlega, ég held að þetta hafi verið í fyrsta skipti sem það reyndi á að skipta skiptingu í keppni og þið sjáu það hérna, ég hef örugglega klippið eitthvað og breytið þessu eitthvað, en það tók okkur 27 mínútur að skipta skiptingu frá því að bílinn lendir inn í pit hjá okkur og við komum aftur niður í braut, sem er náttúrulega bara styrlun. Strákarnir eru náttúrulega bara algjörir snillingar sko, þannig að þetta er alveg klikkun. Hérna er skiptingin sem við settum í. Hún er komin úr núna, því við ætlum að fara aftur í hérna, en það sem gerðist var bara, skiptingin var bara alveg sjóðandi heit. Ég get mér svo sýnt ykkur það. Skiptingin bara var svo sjóðandi heitt og við erum með betri stimpil sem heldur fyrsta gírsbandinu. Vá, hvað þetta er leiðilegt. Ég bara, já,
Ég er ekki vissum að einhvern veginn að hlusta á þetta. En allavega, það sem gerðist var að bakkúblingarnar í skiptingunni, það bara soðnuðu saman. Þannig að þegar ég reki bakk, þá var svo mikil hiti að það bara soðna saman og bara festir alla skiptinguna. Svo sem afleiðing að því að við erum með konvertur sem að stóla svolítið hátt, þannig að hann hitar skiptinguna rosalega mikið. Þannig að það er það sem gerist á Hellu. Og já, þá skellum við hinni skiptingunni í sem við vorum með í allt fyrrasumar og þá bara virkaði bílinn aftur. Þannig að það er allavega eitt sem er komið á hreint að það var ekki skiptingavissin í fyrra sem við heldum að væri allt sumar eða meiri hlutan af stömmrunu að gamla skiptingin sem við vorum með í fyrra virkar, þannig að það er gott að vita. En já, annars bara, já, var þetta bara mjög fínt. Ég klúðraði þarna bæði í þriðju, ég hefði ekki átt að þurfa að bakka, en þurfti að gera það og þar með slátraði skiptingunni, en það hefði ekki átt að kosta mig svona rosalega mikið, en þetta var samt klúður og svo klúður í mýrinni að klára mýrina og trompana og svona, en að hafa farið út af í fyrsta hliði er alveg þvílíkur klaufaskapur, þannig að smábæði mér en við enduðum í 9. sæti sem bara helviti gott miðað við þessi áfall, eða þetta áfall í þriðju braut. Þannig að við erum svona nokkuð sáttir og aðalega bara geggjað að geta keyrt bílinn í fyrsta skipti og hann bara virkar. Það er bara ótrúlegt, ógeðslega gaman. Þannig að, já, ég held að ég sé ekki að gleyma einhverju. Þannig að, já, núna er þetta bara, við erum konum með to-do lista á töfluna og erum að vinna í því og ætlum að byrja helgina. Það eru fullt af verkefnum, stangarhylur eftir 2,5 viku. Þannig ég held að ég endi þetta vlogg hérna, þetta sé búið að vera nógu langt og já, bara takk fyrir að horfa og já, nú stefnum við bara á topparátti í allt sumar, fyrst að bíllinn er farin að virka og við bara sjáumst í stangarhyl eftir 2,5 viku og sjáumst í vlogginu þar. En annars bara takk fyrir að horfa og sjáumst síðar.